Já, komið sæl. Það hefur verið útsendingu hjá okkur í dag og vissulega það hlýtt að þetta hefur nú að megnunni til verið skúrir þá hér sunnan og vestan til á landinu. Dálítið blástur í þessu en þó ekkit líkt því sem við höfum upplegað hér á undanförnum dögum og vikum getum við sagt. En við sjáum á þessu mynstri að við erum með lægð hér vestur af landi og svona hefðbundið skúr og éljamynstur hér suður og suðvestur af landinu og þetta svona upptakturinn að sem við munum hafa hér allan að það sem eftir lifið þessa dags og eitthvað fram á morgundaginn. En við sjáum að þegar svona hreyfimyndin fer í gang að það byrja nú á svona gleðin á milli þrýstílina þegar líður á nóttina og morgundaginn og seinni partinn á morgun verður veður orðið rólegt víðast hvar á landinu og jafnvel léttskýjað í flestum landslutum. En síðan þessi lægð hér sem verður stödd hér norðvestur í Írlandi annað kvöld að hún munur svona stjórna veðrinu hjá okkur þá helgina að verða norðanvindar ríkjandi hjá okkur með úrkomu á köflum þá norðan til á landinu en ekkert svo ýkja kalt en við sjáum að þannig svo sem langt í einhver hlýindi sem heiti getur hlýir loftmassan hér langt suður í hafi svo sem ekkert sem að breytast með það varðandi næstu daga en þó nú viðbúið að hitatölur á láglendi verði nú víðast hvar yfir núllun og nokkur gráðum betur. Á nærsviðinu þá sjáum við að það eru þetta þrýstilínur og nokkuð hvassvindur hérna í þessum útsýningi og skúrir eða él þá sunnan og vestan til á landinu en við sjáum að svona þegar líður á sérstaklega á nóttina og á morgun að þá bæði lægir í þessu og svona ákveðin í þessum éljum hún deyr hægt og bítandi þannig að þegar við komið hér fram yfir háti að þá orðið nánast úrkomulegt í þessu bjart við svona víðast hvar á landinu og á hitasviðinu sjáum við að svona hiti frá því að vera þetta 1-2 stig og við sjáum sjálfsagt þetta 7-8 stig það sem best lætur en sem komið þá hér klukkan 2 þá getum við fengið stöku él þá sunnan til landinu loftmassinn það kaldur, þetta vantarlega hvítt þegar þetta fellur til jarðar og seinni partinn þá sjáum við að það síðan orðið alfarið þurrt og léttskýjað að mestu leyti á landinu en síðan aðfram til laugardags þá fer vindur að ágera síðan á norðaustri og það svona upptakturinn að því sem eftir lifir helgarinnar og jafnvel fyrir part næstu viku. Á laugardaginn þá klukkan 14 sjáum við að það hiti getur verið að fara í þetta 6-8 stig hér sunnan til á landinu, öllu svalara fyrir norðan en úrkomu lítið enn sem komið svona fyrir utan staðbundna úrkomu á ströndum og til fjalla landið norðanvert. En við sjáum síðan að það ágerir síðan þessi norðanátt þegar líður á koma skil inn á austurströndina þegar líður á laugardaginn þau fara vestur yfir landið fremst í þeim skilum viðbúið að verði snjókoma eða slita en loftið þó ekki það kalt að þegar skilin eru komið lengra til vesturs að þá breytist úrkoman yfir í rigningu. Klukkan 12 á sunnudag þá sjáum við að það getur verið slita í þessu þá á norðvesturhorninu annars verður þetta rigning og skýja svona mestulit á landinu nema að vera skildi þá á suðausturlandi það sem verður bjartast og svo ætlar þetta að vera svona áfram þá á mánudaginn hið minnsta áframhaldandi norðlæga átt með rigningu á köflum landið norðan og austanvert en ætti að vera sæmilega þurrt og bjart hér á suðvesturhorninu. Og hvað varðar veður í Evrópu þá sjáum við að það nú hæð hér yfir Rússlandi og hún að tegja anga sína til Finnlands og suðurhluta Svíþjóðar, fínasta veður þar og heilt yfir í Evrópu þá nú svona sæmilega bjart og hár loftþrýstingur í álfunni. Hitatölur þó ekki ýkja háar í mið-Evrópu en þeir eru komið hér til Ítalíu og Íberíu skagans þá sjáum við að hitatölur eru konar vel yfir 20 stig og jafnvel að fann nálgast 30 eins og í Madrid. Ekkert sérstakt veður í kortunum fyrir Kanaríeyjar á morgun, við búast við skúraleðingu nokkuð víða og jafnvel dágóðri rigningu þegar austar dregur á eyjunum. Endur síðan hér í Norður-Ameríku, það er skrugguveður víða í suðurríkjunum, sérstaklega í Texas og við sjáum að það nú hiti svona vel yfir 20 stigum en látið í þessu veðurmynstri þegar norðardregur en svona viðbúið að það mun til að mynda gera skúralega víða í Kaliforníu á morgun. Ég skulum segja þetta gott að vera í dag. Verið sæl.